á leik Víkings og Kórdrengja í gríð 66 deild karla. Við ætlum að kynna þér gestaliðið númer 1, Birgir Fannar Bragason, númer 16, Viktor Bjarki Ómarsson, númer 2, Sigurður Kári Backmann, númer 3, Hanna Nóni Gesson, númer 4, Jónas Eiríkur Jónasson, númer 11, Tómas Helgi Væner, númer 17, Gísli Halldór Tóðarsson, númer 19, Gabriel Kristinsson, númer 22, Andri Erik Friðriksson, númer 27, Gunnar Máni Halason, númer 37, Bjarni Björgvinsson, númer 41, Gunnar Ingi Eiríksson, númer 47, Alveg Karl Væner og númer 77, Elías Mígur Rónes. Nú lið Víkinga, númer 1, Bjarki Garðarsson, númer 16, Hlynur Freyr Ómarsson, númer 3, Arnar Ingi Rúnarsson, númer 5, Arnar Gauti Grettisson, númer 7, Margrét Gauti Gullarsson, númer 10, Kristján Orri Jóhannsson, númer 11, Jóhann Reynir Gullarsson, númer 14, Gunnar Valdimar Johnsen, númer 15, Halldór Ingi Jónasson, númer 17, Halldór Ingi Óskarsson, númer 18, Brynjar Jökull Guðmundsson, númer 21, Jón Hjálmarsson, númer 24, Benedikt Emil Aðalsteinsson, númer 33, Andri Þór Haraldsson, númer 34, Ívar Kristján, númer 42, Stefán Sigurðsson, þjálfarinn Jón Gunnar Vigfússon, forvörður Aðalsteins og Sverrir Andersson, leðanverður Vilhjálmur G. Pétursson Auðunarsson. Gleymdi að nefna þjálfara Kórdrengja Róbert Þór Sigurðsson og Anna Marín. Dómari hjá kvöldinu Bjarni Ríkharðsson og Sævar Árnason. Nú til að tryggja heiðarlega leik á öllum þáttum leiksins, leikmönnum, þjálfurum og starfsmönnum og með handbolta íþróttum í huga. Við vekjum ykkur áherslu á að styðja ykkur í það handbolta í huga og sýna jákvæð hugarfar gagnvart öllum handboltum sem á aðri árum. Takk fyrir og góða skemmtun. Já, þá leikur Kórdrengja og Víkings hafinn hérna á þessu líka fína föstudagskvöldi. Það verður afar gaman að sjá hvernig þetta spilast og þróast. Fyrir þá sem ekki þekkja til þá eru Kórdrengi svona lið sem að æfir einu sinni til tvisvar í viku. Við erum með fullt af strákum sem að kunna alveg handbolta en eru ekki kannski frábæru leikformi, eru náttúrulega bara einbeita sér að vinnu og námi og fjölskyldulífi og öðru. Svona ef allt er eðlilegt þá eigum við að vinna hana leik með 12-15 mörkum en eins og segi það er alltaf erfitt að mæta svona liðum sem kannski spila hægt og eðlilega tefja og draga hans úr tempónu á leiknum. Já, lína hérna á Gabriel Kristinsson í horninu.
Frábær klipping og mikið pláss. Hérna átti Jói að bara láta boltan vinna áfram. Gunni og Aggi með 2 og 1 stöðu. Júki vinstri kallar hérna á reynir. Gunni inn á miðju, spurning hvort að bolti kom ekki tilbaka. Nei. Ekki Tíus Mikalónis fær hérna guldspjald, lætur vel til sín taka fyrir en leikmaður Víkings. Frábært mark hjá Gunna, lyftir sér hérna vel upp, setur hann. Eitt. Svona alltaf líka gaman að segja frá því að Róbert Sigvardsson, þjálfari Kortringja, hann er uppalinn Víkingur, þjálfaði lið Víkings hérna 2006 til 2007 til svona 2010-11, eitthvað svoleiðis. Já, þetta var fínt mark hjá Tómasi Helga. Strákur alinn upp í IR. Já. Ekki Tíus Mikalónis getur svo sannarlega skotið á markið þessi strákur. Rammur afli, stór og mikill. Eins og sé, hann var hjá okkur. Afskaplega góður drengur, alinn upp á Selfossi. 3-1 fyrir Kortringjum. Já, menn þurfa að gæta að sér að vera ekki óværugerir. Og ekki helvíts vannmat. Já, Gunni með gott mark. Já, Birkir Fannar Bragason lætur vel í sér heyra. Skemmtileg týpa, hann Bikki, en svona kallaður Selfyssingur. Virkilega öflugur markmaður. Spilaði með Selfossi og FH eitthvað í Nóri, minni mig. Held að ég sé að fara með rétt mál. Já. Já, Kairó. Hræðilegt skot hjá Gunna. Birkir löngu mættur og greip hann þarna nánast. Já. Fari Kairó. Hrannar Máni Gesson sem er á línunni. Strákur fættur 87 eða 8 minni mig. Alinn upp í IR. Öflugur strákur á sínum tíma. Andri Heimir. Já, glæsilegt mark. Þetta er akkurat málið á móti svona lið eins og Kortringjum. Það eru oft kannski seinir að skila sér heim. Maður þarf að
að vera snöggir að líta upp og horfa, sjá völlin. Birkir Fannar Bragason, Bikki eins og hann er kallaður, ræðir hérna málin við Róbert Sighvatsson. Eitthvað að fara yfir taktíkina með honum. Já, frábært frákast hjá Igor. En boltinn út af. Gunni mátt henda honum í hornið hérna. Glæsilegt mark hjá Igor. Gott skot úr skrefinu. Fjögur. Rúmar 9 mínútur búnar að leiknum. Andri Heimir, gott mark. Andri Íringur, hann spila með Haugum, IBVF og IR á sínu ferli. Vann titla með IBVF. Góður varnarmaður. Andri var oft fyrir framan í þessari svo kallega IBVF-vörn. Áfram heldur Birkir Fannar að í einhverjum bollaleggingum hérna við Róbert á hliðarlínunni. Ef að Kortringi munu kannski bæta við sér 2-3 leikmönnum fyrir umspilið, þá verður alveg klárlega erfitt að eiga við á þar. Það er ekkert ólíklegt að gæti einhverjir nokkri leikmenn dúkkað upp. Þeir náttúrulega eru aldrei að setja stefnuna á úrvalsdeildina. Þeir vilja að vera í fyrstdeildinni, hafa gaman, leika sér. Já, gott mark hjá Agnar Inga. Gunnar Valur Arason hérna líka með Robba á bekknum. Þjálfari kvennaliðs hjá Fjölni Fylki. Gunni Ólseigur, línumaður. Já, 6-6.
Já, það mun væntanlega draga af kórdrengjum hérna í þessum leik. Það bara spurning hvenær munu gefa eftir. Allavega að byrja þetta frábærlega fyrstu 12 mínúturnar. Já, skilja Andræði með eftir og boltan yfir, Gunni minn. Jæja. Já. Halldór Ingi með flott mark. Halldór Ingi geislar af sjálfstrausti þessa dagana, setti 8 mörk á móti Fjölni. Og markaðistur í góðum og stórum sigri þeirra á móti Fjölni. Já, Egidíus. Hann getur alveg skorað drengurinn. Já, vel stólinn bolti hjá Gabriel. Já, ég velti fyrir mig hvað Íþór Vestmann sé. Hann nú eitthvað verið að spila með þeim held ég í vetur. Hann hvergi sjáanlegur hérna á skýrslu. Já, þetta var vel gert hjá þeim. Frábærlega að spila. Gabriel kláraði þetta vel. Enn á að vikina að ég kann ekki deili á þessum Gabriel en hann alveg ólsegur. Þannig að Ígor allt og lengi að losa hann. Frábærlega að spila og ekki síður varið hjá Bikka. Eins og ég talaði með hann að Birkir frábær markmaður. Aðeins held að sé bara 34 ára eitthvað sliðis, álega nokkur ár eftir. Gæti klárlega verið varamarkmaður í efstu deild eða hann myndi æfa, hefði áhuga á því og tíma. Já. Já, Róbert Sigvardsson tekur leikhlé. Klókt leyfir sínum leikmönnum aðeins að pústa. Robby hefur þjálfað í Þýskalandi og leikmaður lengi í Þýskalandi. Algjör toppmaður, þjálfaði líka á Þrótti í nokkur ár. Var frábær sóknarlínumaður. Spilaði litla sem enga vörn, skipti allt út af en geggjaður sóknarlínumaður. Hataði ekki að setja lausan á haus yfir markmennina. Leiddist ekki að skjóta með einhverjum krúsidúllum.
Það náttúrulega var þungt í honum pundið og erfitt að halda honum. Já, ég sé að starfsmaður B er hérna Arne Vemair. Og Kalla Vemair. Já, Ígor gerir þetta vel. Klárar þetta miklu harðfylgi. Já, og langur upp á Halldór Inga. Frábærlega klárað. 10-8. Já. Jónas Eyjólfur Jónasson kominn inn að hérna hjá Kortrengjum. Frábær sending hjá Mikalónis. Gabriel geggjuð markvarsla hjá Birki. Já, Jónas Eyjólfur lenti í smá vandræðum með það. Það náði að klóra sér fram úr því. Boltan upp, drengir. Þetta er svo mikið dól hérna á Ígor laus. Og skorar af miklu harðfylgi. Frábært. 11-9. Kórdrengi verða bara ánægðir ef þeir haldi þessu í þessum fasa í hálfleik. 2-3 mörk myndi ég halda. Spurning hvort að þeir fari ekki að lengja sókn það sínar eitthvað aðeins. Já, hugmyndin góð. Vinna hérna með Gunnari Val. Já. Kæmi mér ekkert óvart þegar við værum 7-8 mörkum. 7-8 mörkum yfir í hálfleik. Svona ef þetta heldur svona áfram. En bara eins og sé, það er frábært að sjá Kórdrengir í þessu. Þetta er allt strákar sem að voru bara segir og ágætir. Bara hafa gaman að handbolta, vilja hittast eins og viku, æfa, spila.
þurfum fleiri lið og bara mjög jákvætt fyrir íslenskan handbolta að sé vettvangur fyrir menn sem að kannski hafa ekki tíma að æfa eins og skepnur 6 sinnum í viku. Já, Mikael Lónis kemur hérna út af. Bara að draga á honum eðlilega. Búinn að puða í 20 mínútur. Já. Það er ekkert að þessu. Marino Gauti kom á fullu gasi eins og Scania vörubíl. Og plaffa á markið. Þarna á Jónas aðeins og lengi að gefa yfir. Já. Mikill heppnistimpill yfir þessu. Þetta gefur jafn mikið. Þá kemur Brynjar Jökull Guðmundsson inn á. Stór og mikill maður og var frábær hérna í síðasta heimaleik. Já, slagt skot hjá Marra í þessa slæmu millihæð. Og Gabriel Kristinsson skora sitt 4. eða 5. mark held ég. Hann er bara búinn að vera virkilega sprækur. Þetta er ólsegur leikmaður. Það hefur nýtt færin sig vel og staðal hérna metrinu vel og mættu fyrstur upp völlin. Já, ekki góð tímasetning á þessu, sendingunni Jóa. Já. Bekkur Kórdrengja. Ekki sátti með þetta. Hérna fór í andliti á Andra Heimi. Spurning hvort þið fara ekki að setja Kalla Vemaðir inn á í hornið. Ég ætla að setja Gabriel bara í bakkarann í stöðulinn. Og þannig að spila skiptuna bara og spila fram og tilbaka. Já, 2 og 1. Frábær sending. Já. 2 og 1 aftur. Glæsilegt. Birkir Fannar væri sett illur hérna. Já, 15-12, rúma 5 mínútur eftir að fyrir áleik. Ég svona geri þá kröfu, við verðum svona 5-6 mörkum yfir í áleik. Já, það er ekkert að þessu marki. Marino Gauti.
16-13. Já, spurning hvort að þetta hefði ekki verið aukakast. Já, eins er bara rétti dómur þarna. Já, Kristján Orri kominn inn á í sínum fyrsta leik fyrir Víking. Frábært að sjá hann og bjóðum hann velkominn í Víkingstreyjuna. Væntum mikils af honum. Langt síðan að Kristján, hann er ekki búinn að æfa mikið undanfarnu. Já, ég sé að Kristján er ekki hann á svolítið í land, sýnist mér, svona með við snerpu og sprengju. Hann alltaf, þegar hann er fully fit, þá er hann bara bestur í þessari deild og var valinn bestur síðustu 2 ár í þessari deild. Já, virkilega vel gert hjá Binna. Það er fáir sem að halda honum. Hann tekur sér góða stöðu. Já, 2 mínútur eftir. Já, keyra upp, keyra. Ekki drip, næsta mann. Allt og hægt. Jæja, ok. Já, frábært. Já, Jón Hjálmarsson skiptir hérna inn á. Já, Birkir Fannar Arni Vemaðir hérna aðstæðast með B. Laumar einhverjum punktum að Robba Sigvards. Það er spurning hvaða punktur sá punktur var. Það hefur verið gaman að heyra það. Já, þetta var skref, gömlu stjörnuskrefin eins og var sagt hérna Körfuboltavellinum í Kanada þegar maður var út að leika sér in the 90s, 90 eitthvað. Það voru stjörnuskref. Það er svona kannski einhverju sem að muna eftir því. Já, Marja mætti á bolta og skjóttu að sjálfsögðu. Það menn stíði ekki út, þá bara bomba.
Frábært mark hjá Andra Heimi. 19-15 í hálfleik. Við bara tökum okkur pásu og komum að vörmu spori með seinni hálfleik.
Já. Frábært mark hjá Tómasi Helga. Og Marino Gauti. Frábært mark. Ég verði að afsaka hvað ég var lengi að koma inn í lýsinguna. Ég var bara að gæða mér á einni pulsu. Frábæra pulsur hérna í sjoppunni hjá okkur. Já, smá misskilningur hérna milli Tómasar og Egidísar. Gerast á besta bæinn. Já. Já, Marino opinn, skýtur framhjá. 20-16. Já, eins og ég talaði um í fyrir áleika, það er nú, ef allt er eðlilegt á vinnum við með 12-15. Hann verður örugglega að draga svolítið af Kórdrengjum en þeir hafa bara gert þetta mjög vel hérna. Já. Frábær sending hjá Egidíus. Hverju er þetta ekki vítakast, Bjarni minn? Það er alveg sama þó við sem að spila á móti ykkur liði sem er talið lakar en við. Þetta er bara víti og ekkert annað. Já, Bjarki Garðarsson í markinu og Víking lætur aðeins í sig heyra. Einhverju hefði dæmt vítakast þarna. Já, Jón Hjálmarsson. Frábær varsla hjá Bikka. Já. 21-16. Rúma 6 mínútur búin að þetta setna á leik. Þessi leikur mun svona líða kannski hægt, svo ég tali bara alveg hreint út en hérna
Bjúravíti. Andri Heimir hérna varðið Steinadeigs. Það var bara vonandi að Agnar Ingi. Nei. Þetta er Birki verið frá sér. Já. Gabriel Hóepinn keyrir nú hratt upp og boltan yfir og Marri bara skjóttu. Já. Ígor laumar hann með það inn. 22-16 vildi ég sagt hafa. Og tempóið þessu leik mun ekki aukast, held ég. Þetta verður svona bara á svipuðum nótum. Andri Heimir fekk hérna slæma byltu. Af hverju fór Ígor ekki í gegn bara í fyrstu atrinu í staðan fyrir að fara hérna í yfirhættafittuna? Það er spurning hvort að Benedikt Emil Aðarsteinsson mun spreyta sig hérna á eftir. Ungur efnilegur leikmaður, 17 ára í þriðja flokki og spila mikið með liðinu. Já. Andri Heimir lætur hérna Sævar Árnason heyra. Sævar marg reyndur og marg sildur í handboltafræðunum. Það var Arne Karl Vemager, kallaði Kalli, kominn inn á. Alveg upp í IR, spilaði með Víkingi á sín tíma, 2009-10 eitthvað svoleiðis. Þetta mannmaður ennþá. Já, þetta verður langar 20 mínútur held ég. Já, Ígor skiptir. Styrmir Sigurðarsson kemur inn á í hægri skiptuna. Sonur Sigga Sveins spilaði með undir stjórn og Róbert Sigvardssonar hjá Þrótti. Marina með gott mark. Og Andri Heimir skorar. Stimmilaus á gamla góða innlýsingin á móti. Skittan fekk mikið pláss. Já, eins og ég talaði um í fyrir áleikar, alltaf snúi náttúrulega fyrir lið sem eru æfa miklu meira og eru kannski
hærra getur stigi að mæta liðum sem að æfa lítið og eru bara í þessu til þess að hafa gaman. Já, svona er oft hægt við því að falla á það plan. Bjarni Vigosson alveg rólegur, hann er ekkert mikið að stressa sig yfir þessum leik. Já Marino Gauti 1, 2, 3 upp og plast á markið. Já, Bjarni dæmir hérna vítakast. Egidíus Mikalónis fer á punktinn. Og Bjarki Garðarsson ver og Styrmir keyrir hérna á fullu gassi og skorar gott mark. Já, 3 og 2 eða 4 og 2. Já, það er óhætt að segja að Jón Hjálmarsson hafi farið krísuvíkurleiðina að þessu færi, eða lengri leiðina. Þetta var áhugavert, svo ekki sem er sagt, en svona er þetta 25-17, 14 mínútur búnar. Frábært mark hjá Mikalónis. Ef Mikalónis var að æfa 6 sinnum í viku og var í toppstandi, þá er hann myndi hann nýtast að liðum í Ólistildinni sem svona rulluspilari að koma inn og lúra eitthvað markið. Gæti hjálpa kannski næstu liðunum í Ólís. Og frábært slút hjá Akka. Kemur Arnar Gauti inn á í vinstra hornið. Tveir og 2. Jón Hjálmarsson spilaði bara. Já, þetta er alltaf víti. Andri Berg Haraldsson, Dundri Berg, fær smá harpiks hérna hjá Egidíus og hann fer á punktinn. Smellir í lausan á haus.
Já, Árna Jóki hjá Tómasi. Fara vantalega aftur í þetta sama. Og Egidíus. Það þarf ekkert að pína hann í að lúra á markið. Hérna á Gunnar að taka klippinguna við Styrmi. Styrmi er aðeins sekt á annað þristinn, boltinn yfir, mögulega yfirtala Marri Arnar Gauti. Hérna verða menn að lesa leikinn eins og sagt er. Hérna valdi Gunni ránt. Já. Glæsilegt. Marino búinn að bæta sig svakalega. Alltaf verið efnilegur strákur. Það er ekkert óeðlilegt að hann sé að bæta sig mikið. Hann verður 20 á árinu og þetta er strákur sem var alltaf mjög efnilegur í 4. og 3. flokki. Svona Já, ég held að Benedikt Emil komið inn á örugglega síðustu 5. Það er gaman að sjá það. Sprækur strákur, 3. flokki. Gulli beittu við sína menn, ánægði með hann. Vill bara menn, þó að menn sé í góðri stöðu og vill að menn hafi svolítið fyrir þessu, hlaupið tilbaka og skilja sér heim. Og Arnar Gauti skora gott mark. Gamli góði lausahaus. Já, langur upp á Halldór. Frábær sending. Nei, þetta er aldrei rautt spjald. Og einhver að kalla það hérna á bekknum af Víking. Það er náttúrulega bara verið sagt í einhverju góðlátlegu gríni. Hygg ég. Andri Berg kemur okkur í 30-20. Já, þeir spila 6 og 6 hérna. Þeir náttúrulega í brottvísun, taka markmann út af. Já, það var ekki góð sending hjá og Robby tekur leiklega aðeins að leyfa sínum mönnum að pústa örugglega.
Já, fróðleiksmáli kvöldsins. Þorbergur Aðarsteinsson, aðstoðarþjálfari Víkinga og Róbert Sighvatsson, þjálfari Kortringja. Þeir eiga sér einhverja sögu. Toppi þjálfaði hann í A-landsliðinu á sínum tíma og þjálfaði hann líka í undir 20 landsliðinu 93 þegar náðu 3. sæti í Egyptalandi að mig minnir. Já. Kaíró Venstre kallar Jónas Eyjólfur og Hrannar Máni kemur hérna út. Já. Marri hefði fengið einn á lúðurinn en það. Sjálfsög bara óvart. Já. Benedikt Emil Aðarsteinsson kominn inn á, bara frábært, skjótt á marki drengur bara á eftir, láttu tíðin kveða. Já, Halldór Ingi öruggur að vanda. Já, rétt hjá Gulla að vanta mark, 31-20. Rétt skal vera rétt. Já. Uno hægri, kallar hann hérna Tómas Helgi. Já. Þá Bjarki Björgvinsson kominn inn á, stór og sterkur strákurinn á línuna. Já, virkilega vel gert hjá Arnari Gauta. Áður en hann skaut þar að segja, taka eitt feik, aðeins að fipa varnarmanni til.
Já. Glæsilegt mark, 34-20. Já, Gabriel Kristinsson, gott mark. Já, ég verð að segja að það er bara, þessi strákur er helvíti segur og sprækur. Ég veit ekkert hver þetta er, hvað hann er gamall eða neitt. En ef hann myndi æfa og svona meira, þetta er bara margt í hans leik sem að mér finnst bara helvíti fínt. Já. Já. Já, fara inn í Kæra á vinstri, Bjarki kemur út og Gunnar Valur leysir inn. Já, frábær sending. Frábært slútt hjá Gabriel. Þetta er bara... Já. Þetta er bara hárréttur dómur. Guðmundur Rögnvaldsson. Hann er ekki á þeirri leikskýrslu sem ég er með allan. Þá var hann ekki nefndur nafn. Já. 6-5. Og þá Benni bara að vera með sjálfstraust. Og já. Aðeins og langt til vinstri. Spila hérna til... Nei, svo línuna, Benni. Þetta var ekki gott skott hjá honum. Benni er að aðstofa við þjálfun yngri flokka og stendur sig vægast sagt frábærlega. Það er algjör toppdrengur, flott fyrirmynd fyrir yngri iðkendur og hvetjandi og jákvæður og með sterk og góða rödd. Já, aftur spilaði það sama væntanlega og boltinn tilbaka, Gunni minn. Glæsilegt. Þetta gefur Benna mikið að skora svona mark. Þetta er frábært. Nei. Lína, þetta var ekki mark. Lína á Benna. Hann hefði mátt láta þetta slæta, en eins og segir, rétt skal vera rétt. Já, Bjarki Björgvinsson fiskar hérna vítakast. Hann ætti bara að fara sjálfur á punktinn. 2 mínútur eftir, 13 mörgum undir. Já. Þá kemur Gunnar Ingi Eiríksson og fer á punktinn. Það verður gaman að sjá þetta víti. Og hann skorar af miklu harðfylgi. Flott hjá honum. Þessi strákur sem er alinn upp í Þrótti, stór og sterkur strákur. Rammur afli, algjört naut. Frábær
Tjekka fæsla að sjálfsög tekur Benny það, já. Hann átti bara að labba sjálfur, ná í boltan. Aldrei nokkur spurning. Og hann skorar. Frábært mark hjá honum. Gömlu góðu 2 feikin. Við sjáumst ekki á hverjum degi. Aðeins á hásending hjá og Benny kláraði þetta í. Já, Sævar Árna vel staðsettur það ekki víti. Já. Þrjátíu og 6-23. Þetta er verða vikina, þetta er örugglega leiðilegasti handboltaleikur sem ég hef lýst en góð, virkilega góð 2 stig í sarpinn hjá okkar mönnum. Við þökkum fyrir í kvöld.